ég ætla að segja ykkur pínulítið frá því hvað ég að gera og hún Hulda sem að vinna með mér. En ég hef umsjón með 4 fræðslusjóðum þrír sem að snúa að aðildarfélögum Starfsgreinasambands Íslands á landsbyggðinni og einn sem snýr að Sjómannasambandi Íslands. Þetta eru landsmennt og ríkismennt og sveitamennt og sjómennt. Landsmennt er fræðslusjóðurinn sem að tengist kjarasamningi Starfsgreinasambandsins við Samtök atvinnulífsins. Þannig að það er almenni markaðurinn. Ríkismennt er þá kjarasamningurinn þessara sömu félaga við ríkið og sveitamennt er kjarasamningurinn gagnvart sveitafélögunum á landsbyggðinni. Þetta er svona svolítið mismunandi með aðildarfélögin en ég kem að því að eftir. Hlutverk fræðslusjóðanna er allt, nú virkar ekki neitt hérna. Hlutverk fræðslusjóðanna er allt mjög svipað. Þetta er nú bara tekið beint út úr samningum og sem sagt reglugerðum sjóðanna. En þetta gengur allt út á það að styrkja fræðslu og færni í atvinnulífinu og sinna þróunar og hvatningarverkefnum í starfsmenntun og efla þannig símenntun starfsmanna, koma símenntun á framfæri gagnvart starfsfólki. En þetta er allt almennu verkamenn sem að starfa á þessum vinnumarkaði hjá fyrirtækjunum og almennum markaði, hjá ríkinu, hjá sveitafélögunum og svo gagnvart sjómennt að þá er þetta aðildarfélög Sjómannasambands Íslands en þar innanborðs eru hásettar á bátsmenn borð í íslenskum fiskiskipum. Hlutverkin áfram að sem sagt við eigum að koma að starfsmenntun og samræma sjónarmið aðila til þess að skapa stuðning við verkefni sem verða til út á vinnumarkaðnum. Það er alltaf að færast sífellt meiri vöxt að fræðslan á sér stað á vinnustaðnum og vinnustaðurinn verður svona kennslustofan. Þannig að það er ekki verið að mikið það að taka fólkið út af sínu vinnustað og inn í einhvern skóla, heldur eiga á fræðslan og starfsmenntunin á sér stað á vinnustöðunum, oftast. Sjóðirnir eru allir tvískiptir, það eru 2 deildar sem sagt innan hvers sjóðs. Það er annars vegar veittir styrkir beint til einstaklinga og aðildarfélögin sjá þann hluta í umboði sjóðanna, það er að segja einstaklingarnir fara í sitt félag, sækjum styrk, einstaklingsstyrk fyrir sig hjá sínu stéttarfélagi. Stéttarfélögin greiða út einstaklingsstyrkina og fá síðan endurgreiðslur frá sjóðunum. Þannig að það er sendt til okkar mánaðarlega, eru sendir pakkar með afgreiðslu stéttarfélagana á styrkjum til einstaklinga. Og svo hins vegar eru veittir styrkir til fyrirtækja, það eru þá á almenna markaðnum landsmennt og sjómenn og svo til stofnana ríkisins sem er ríkismennt og til sveitafélaga og stofnana sveitafélaga sem er sveitamennt. Þetta höfum við fundið að skiptir mjög miklu máli til þess að virkja atvinnurekendur beint í fræðslu að það sé hægt að veita styrki beint til atvinnurekenda. Og ábyrgðin á fræðslunni sé svolítið beggja vegna, það er að segja atvinnurekandinn og svo einstaklingarnir sjálfur að sjálfsögðu. Þannig að við erum í miklu samstarfi við fyrirtækin og við stofnanir sveitafélaga og ríkisins og stéttarfélögin og svo að sjálfsögðu fræðsluaðilana sem oftast eru símenntunarmiðstöðvarnar en símenntunarmiðstöðvarnar þær urðu
til á mjög svipuðum tíma og til dæmis stærsti sjóðurinn sem Landsnet og hafa verið okkar mikilvægustu samstarfsaðilar í tengslu við að koma á fræðslu á landsbyggðinni. Ég ætla aðeins að segja ykkur, ég gleymdi að koma inn á það, fjöldi einstaklinga á bak við hvern sjóð, en Landsnet langstærstur eins og ég kom inn á almenna markaðnum. Þar erum við að tala svona 23 til 24.000 manns, en þetta eru sem sagt almennu verkamenn innan aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins. Hjá ríkinu þetta nú alltaf að fækka svolítið, en ríkismennt svona í kringum 1800 manns og þetta eru þá almennir starfsmenn á ríkisstofnunum og aðallega heilbrigðisstofnununum á landsbyggðinni og þessi hópur einstaklinga sem starfar hjá ríkinu og landsbyggðinni, þetta eru í langflestum tilvikum konur og á aldrinum svona í kringum 50, 40, 50 ára og upp sem sagt undir starfslok. Það ekki mikið ungt fólk, samt það að bætast við og þá er það aðalega fólki sem í hlutastörfunum og að vinna með skóla. Sjómennt er sjóður með sirka 1500 manns á bak við sig. Þar líka að fækka. Þegar að sjómennt byrjaði þá minnir mig að það hafi verið allavega að losa 2000 manns en þessum hópi hefur fækkað í þessum hópi, en 1500 manns á bak við sjómennt. Og svo sveitamennt er svona sirka 3000 manns. Þetta geta aldrei verið alveg nákvæmar tölur vegna þess að það er svo mikið af fólki, sérstaklega hjá ríkismennt og sveitamennt sem í hlutastörfum og við erum alltaf að telja einstaklingana. En hérna sveitamennt er þessi sjóður þar sem eru til dæmis almennir starfsmenn í grunnskólum og leikskólum og á dvalarheimilum og svo framvegis og það í kringum 3000 manns. Þannig að þetta eru mismunandi stærð af þessum sjóðum og ég sinni þessum 3 litlu sjóðum með þjónustusamningi sem gerður á milli stjórna þessara sjóða við stjórn Landsnetar. Það eru stjórnir á bak við alla sjóðana. Það 6 manna stjórn á bak við Landsnet, 3 frá Starfsgreinasambandinu og 3 frá Samtökum atvinnulífsins. Það eru 4 manna stjórn á bak við ríkismet, 2 frá SGS og 2 frá ríkinu. Það 5 manna stjórn hjá Sjómennt. Sjómennt eini sjóðurinn þar sem atvinnurekendur greiða ekki í hann, heldur hann fjármagnaður af atvinnuleysistryggingasjóði ennþá og því fulltrúi frá ríkinu í stjórn sjóðsins og svo 2 frá atvinnurekendum og 2 frá sjómannasambandinu. Og sveitamennt 4 manna stjórn, 2 frá sambandi sveitafélaga og 2 frá Starfsgreinasambandinu. En sem sagt, atvinnurekendur greiða í þessa sjóði, allir nema sjómenn. Það 0,30% af launum til Landsnettar og svo 0,812 í ríkismennt og sveitamennt. En svona sem sagt sjóðnir fjármagnaðir og svo deilum við út fé til atvinnurekenda og svo líka til einstaklinga. Helstu samstarfsaðilar og hagsmunaaðilar allra þessara sjóða. Þetta að sjálfsögðu eins og ég komið inn á, samtök á vinnumarkaði, stéttarfélög og sem eru stéttarfélögin og atvinnurekendur. Og það eru einstaklingarnir sjálfir, það eru símenntunarmiðstöðvarnar, það eru aðrir fræðsluaðilar, aðilar sem fást við námsgagnagerð og sjálfstætt starfandi námskeiðshaldarar sem alltaf að fjölga. Starfsgreinaráðin, heildarsamtök fullorðinsfræðslu, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem svona regnhlífin yfir framhaldsfræðslunni sem á sér stað hjá símenntunarmiðstöðvunum.
Það eru framhaldsskólarnir, það Fisktækniskólinn sem er skóli sem fyrir utan föst framlög frá ríkinu en ég veit að það voru sett framlög til skólans bæði í fyrra og svo núna á þessu ári. Og það Tækniskólinn og starfsmenntaráð nú ekki lengur til, þannig að ég þarf að fjarlægja það þarna og svo að sjálfsögðu stjórnvöld og sveitarfélög. Nú aðildarfélögin innan sjóðanna, það eru sömu félög sem eru á bak við Landsnet og ríkismennt og sveitamenn og þetta eru aðildarfélög Starfsgreinasambands Íslands á landsbyggðinni. Þetta eru Verkalýðsfélag Grindavíkur og Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis hérna á Suðurnesjó og það Verkalýðsfélag Akranes og Stéttarfélag Vesturlands og Verkalýðsfélag Snæfellinga hérna á Vesturlandi, Stéttarfélagið Samstaða og Aldan, Stéttarfélag og Eining Iðja, Framsýn, Verkalýðsfélag Þórshafnar, Afl á Austurlandi, Drífandi út í Vestmannaeyjum og Verkalýðsfélag Suðurlands, Báran, Árborg og uppsveitirnar, Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur og Verkalýðsfélag Vestfirðinga. Þetta eru þessi 16 félög sem eiga aðild að þessum þremur sjóðum, Landsmennt, ríkismennt og sveitamenn. Aðildarfélag sjómenntar eru í dag 17, voru 18 en í fyrra þá yfirgaf sjómann- og vélstjórafélag Grindavíkur bæði sjómannasambandið og ASÍ eins og margir muna eftir fyrir ári síðan og þar með duttu þeir út úr þessum sjóði. En aðildarfélög sjómenntar eru Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis, Framsýn, þetta eru sjómannadeildirnar sem sagt í þessum almennu verkalýðsfélögum, Afl og Báran, Aldan, Skagafirði, sjómannafélag Eyjafjarðar, sjómannafélag Ólafsfjarðar, Verkalýðsfélag Þórshafnar, Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur og Verkalýðsfélag Vestfirðinga og Verkalýðsfélag Snæfellinga og Samstaða og Verkalýðsfélag Akranes, sjómannafélag Hafnarfjarðar sem nú eiginlega komið inn í Hlíf og Efling stéttarfélag gagnvart fólkinu hér, sjómennunum aðallega í Þorlákshöfn. Eftir sameiningu Boðans sem starfaði þar í Hveragerði og Þorlákshöfn, sameinaðist Eflingu og þar með myndaðist sjómannadeild í Eflingu og svo sjómannafélagi Jötun sem í Vestmannaeyjum. Þetta eru félögin á bak við sjóðina og svo eru þessir atvinnurekendur sem ég kom inn á áðan. Til þess að auka og koma fræðslu á framfæri með markvissum hætti gagnvart fyrirtækjunum, aðallega fyrirtækjunum á almennum markaði en líka ríkisstofnunum og sveitarfélögum að þá hafa allir sjóðirnir alveg frá upphafi alltaf styrkt þarfagreiningu í fyrirtækjum. Árið 2007 og 2008 aðalega, þá fórum við í markvissa vinnu með því að ramma utan þessa þarfagreiningu og kölluðum ramman okkar fræðslustjóra á láni. Það hét að vísu ekki fræðslustjóra á láni fyrst til að byrja með. Þá þetta samstarf eingöngu milli Landsmenntar og starfsafls og svo náttúrulega sjóðana hinna hjá mér, ríkismenntar og sveitamenntar sérstaklega. Og sem sagt við fórum að bjuggum til þennan ramma utan verkefnið, utan þarfagreiningavinnuna og köllum það fræðslustjóra á láni. Núna í dag eru komnir mun fleiri aðilar í samstarf með sjóðunum þetta verkefni og það í dag unnið í samstarfi ásamt með starfsafli, starfsmenntunarsjóði Verslunar- og skrifstofufólks, Iðunni fræðslusetri, Menntasjóði Sambands stjórnendafélaga sem eru verkstjórarnir og Rafiðnaðarskólanum. Þetta eru svona helstu samstarfsaðilarnar í verkefninu fræðslustjóra á láni. En það sem sagt eins og ég sagði rammi utan verkefni sem snýr að því að lána utanaðkomandi fræðslu og mannaráðgjafa sem fer yfir skipulagið á þjálfun og fræðslu innan vinnustaðarins, dregur fram það sem vel gert og bendir á hvað má laga
sem sagt þarna unnin greining á fræðsluþörf starfsmanna sem svo sett í markvissan farveg. Og niðurstaðan úr þessu verkefni fræðsluáætlun til ákveðins tíma sem sérstiðin að þörfum vinnustaðarins eða atvinnurekandana en að sjálfsögðu líka að þörfum starfsmanna út á það gengur verkefni. Og í kjölfarið fer af stað miklu markvissari fræðsla hjá atvinnurekanda. Það sem að búið að útbúa fræðsluáætlun, yfirleitt verið að útbúa fræðsluáætlun svona til 2 ára allavega og þá fara atvinnurekendur að vinna eftir henni og skipuleggja námskeiðin sín út frá þessari áætlun. Sjóðirnir koma saman að þessari vinnu vegna þess að á einum vinnustað þá erum við að tala almenna verkamenn, jafnvel, iðnaðarmenn, starfsmenn og skrifstofu, verkstjóra og svo framvegis, þannig að allir sjóðirnir koma að oft einu svona verkefni og gerður samningur verkefnið á milli sjóðana sem að koma að verkefninu, koma að fjármögnun verkefnisins, fyrirtækisins eða atvinnurekanda og viðkomandi ráðgjafa. Þannig að þetta svona þríhliða samningur, sjóðirnir annars vegar, fyrirtækið og svo ráðgjafinn. Og sjóðirnir greiða verkefnið alfarið, ákveða tímafjöldan sem fer í verkefnið og gera það svo upp í lok verkefnis. Alltaf með miðbik verkefnisins haldinn svona millifundur þar sem farið yfir málin, hvernig hafi gengið og hvort að tímaáætlunin sé að standast og svo framvegis og hvort að rætt hefur verið við alla hópa. Þetta virkilega gott og skemmtilegt verkefni og hefur bara stuðlað að enn frekara samstarfi aðila sem að snúa að því að auka framboð og fræðslu til þessara hópa starfsmanna sem að vinna á almennum markaði. Það náttúrulega langstærsti hópurinn. En svo hef ég notað verkefni líka gagnvart ríkisstofnunum og sveitarfélögum og þá ég í samstarfi við aðra aðila, önnur stéttarfélög, félögin innan BSRB og líka félög innan sem sagt BHM. Þannig að samstarfið orðið ansi víðtækt í kringum þetta verkefni. En svo komum við að því hvað við erum að styrkja, hvers konar nám erum við aðallega að styrkja þessi sjóðir. Og það sem styrkt með einstaklingsstyrkjum, þá erum við að tala nám og námskeið sem fólk að sækja fyrir utan sína vinnu, tengist ekkert endilega þeirra vinnu og sem sagt, nám sem að fólk hefur áhuga á að stunda. Það allt almennt nám í framhaldsskólum, nám við námsflokka eða kvöldskóla og símenntunarmiðstöðvar sjálfsögðu, tungumál, tölvur, starffræði og svo framvegis, allt nám í háskóla, allt nám sem tengist starfi viðkomandi líka. Tökum dæmi ef einstaklingur að vinna við almenna umönnun á dvalarheimili en fer í nám fer í sjúkraliðan til dæmis. Allt nám í tölvuskóla, endurmenntun Háskóla Íslands, vinnueftirlitið, þar vinnuvélanámskeiðin til dæmis. Rafiðnaðarskólinn, fræðslumiðstöðvar iðnaðarins og Mímir símenntun sem náttúrulega ein af símenntunarmiðstöðvunum en hérna á höfuðborgarsvæðinu og samskiptamiðstöð heyrnarlausra. Við erum að styrkja nám í táknmáli og svo frístunda- og tómstundanám. Það sem fólk aðallega að nota styrkina til og margir héldu að fólk myndi hópast í einhverjar tómstundir og oft var það svona viðkvæði, já, erum við ekki bara að nota þessa peninga í einhverja flugunýtingarnámskeið og slæðunýtingar og eitthvað svoleiðis. En alveg frá upphafi þá hefur þetta verið langsamlega minnsti hópurinn. Fólk að nota styrkina sína í starfstengt nám. Það að nota styrkina sína núna síðastliðin, sérstaklega eftir hrun,
að þá langhæsta hlutfallið á nýtingu styrkja í almennt nám í framhaldsskólum og í háskólanám og svo starfsnámið. Tómstundanámið kannski einhver svona 3–4%. Á meðan að við erum að tala kannski hátt í 50 og yfir 50% sem að fer í almennt nám í framhaldsskólum og háskólum. 50–60% stundum. Þannig að fólk að nota styrkina sína innan gæsalappa alvöru nám. En oft getur tómstundanámið verið svona ákveðin ísbrjótur fyrir fólk sem haldið einhverri skólafælni og hefur slæma reynslu af skólagöngu og þá eru tómstundanámin oft svona ákveðin ísbrjótur. En fyrirtækin, við skoðum það hvaða námskeið erum við að styrkja aðallega hjá atvinnurekendum og þá erum við að styrkja starfstengt nám í matvælaiðnaði. Stærsti hópur fyrirtækja Landsnetta eru matvælafyrirtæki, fiskvinnslufyrirtæki og kjötvinnslufyrirtæki. Ég myndi segja að það sé svona 60% af fyrirtækjum. Og við erum að styrkja gæðastjórnunarnám í framleiðslufyrirtækjum og þá erum við að tala eins og til dæmis HACCP staðalinn. Fyrirtækin verða að viðhalda þessum gæðastöðlum til þess að halda útflutningsleyfinu sínu og svo framvegis. Það starfstengd íslenska sem hefur alltaf verið mjög stór þáttur í starfsemi bara allra sjóðanna nema kannski helst ríkismenntar þar sem að það hefur ekki verið mikið erlenda starfsmenn á ríkisstofnunum á landsbyggðinni sérstaklega. En hjá Landsment eru þetta ofboðslega stórir hópar erlendra starfsmanna og þá erum við að styrkja starfstengda íslensku beint til fyrirtækina. Það eru þjónustunámskeið og það náttúrulega aðallega innan ferðaþjónustunnar og þjónustutengdum fyrirtækjum og líka hjá opinberum aðilum. Það eru samskiptanámskeið, þau eru mjög algeng, bætt líðan á vinnustað. Núna til dæmis að koma inn mikið námskeið sjálfstyrkingu og hvernig fyrirbyggjum við kulnun og svo framvegis. Öryggis- og skyndihjálparnámskeiðin eru náttúrulega alveg gífurlega mikilvæg alls staðar. Starfstengt nám í iðnaði og lengra starfsnám. Þá erum við að tala til dæmis eins og fiskvinnslunám, fjölvirkjana, skólaliða, fagnámskeið og fleira samkvæmt námskrám fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. En það hefur aukist verulega líka og sérstaklega hjá opinberu sjóðunum þar sem að sveitarfélögin og ríkisstofnanirnar eru í rauninni bara að kaupa námskrárnar til sín og gera fólkinu sínu kleift að sækja nám blandað á vinnutíma og ekki á vinnutíma. Þannig að það ýmislegt gert til þess að auðvelda fólki að stunda nám. Ef við skoðum svona aðeins í hvað styrkirnir hafa farið, til dæmis eins og hjá fyrirtækjunum, tegundir verkefna, sérstaklega nánar og fjöldi fólks á bakvið þessi verkefni. Eins og á síðasta ári að þá voru veitt styrkloforð í 291 verkefni. Þá var fjölgunin hjá Landsment á milli ára í fyrirtækjastyrkjum nálægt 20%, það var 18% fjölgun á milli ára. Og þarna var langstærsti hópurinn fyrirtæki í ferðaþjónustu en þar voru mörg lítil verkefni sem voru kannski ekki endilega mjög dýr en á síðasta ári og að þá fór af stað svona átak í því að koma á markvissri fræðslu í ferðaþjónustunni og fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur stýrt því verkefni, það kallast hæfnisetur ferðaþjónustunnar og sjóðirnir hafa markvisst komið að fjármögnun margra verkefna í tengslum við þetta átak. Svo er það iðnaðurinn og fiskvinnslan og annar matvælaiðnaður. Þetta eru svona aðal greinarnar þar sem að Landsment að deila út styrkjum.
hlutfall verkefna sem snerað fræðslur og láni var 12,5% og hafði þó aldrei verið jafn hátt eins og í fyrra og það stefnir í að það verði enn hærra á þessu ári. Sem bara algjörlega frábært því að það það sem við viljum. Við viljum hjálpa fyrirtækjunum með að koma á markvissri fræðslu og þau hafa virkilega verið að taka við sér. Það stefnir allt í enn frekari aukningu á þessu ári. Við höfum bara á fyrstu 3 mánuðum að þá 20% aukning merkjanleg hjá fjölda verkefna hjá fyrirtækjum á almennum markaði. Sveitarfélögin þau hafa alltaf verið mjög öflug og þar hefur yfirleitt verið yfir 20% nýting á sjóðnum. Ríkismennt og sjómennt hafa verið svona á mjög svipuðum slóðum í kringum 10% nýtingu. En féð sem kemur inn í sjóðina, bara svona til gamans, af því að ég nýkomin með draugað ársreikningum fyrir alla sjóðina, að þá erum við að setja 73% af öllu því fé sem kemur inn á ári í styrki til fyrirtækja eða einstaklinga. Og það 10% sem fer í laun og annan rekstur hjá Landsnet, þá erum við að tala Landsnet. Það mun lægra sem fer í rekstur hjá hinum 3 sjóðunum þar sem að þeir eru með þjónustusamning við Landsnet. En þetta bara mjög ánægjulega tölur og mér finnst gott að geta sagt frá því að það virkilega verið að nota þessa peninga sem koma inn í fræðslusjóðina í fræðslu.